Góðan daginn. Nú ætlum við að fara af stað með annan þátt sem heitir, hvað heit hann? Man það ekki. Var það ekki mat? Nei, það heitir vist matarsiðir. Og við erum að fara í orð Guðs og skoða svona hvað hann segir fæðuna sem við erum að borða og þú er að athúa það að Drottinn skóp þig. En svona fræðsla í raun og veru byggir á þeim grunni að þú verður að trúa. Þú verður að trúa því til að mynda að þú sért sköpuð manneskja af Guði. Og í kjölfarið á því getum við rætt hvernig hann gerir þetta allt svona. Hann skóp þig, hann gaf þér lífsanda, þetta segir allt frá þessu orði Guðs, og setti það á jörðina. Hann veit að þú sem manneskja þarft fæðu og það er því alveg augljóst dæmi að hann miðar við það sem við vitum náttúrulega að við lifum á jörðinni og því sem á jörðinni er. Við etum kjöt og kjötrétti og fiskrétti og alls konar rétti. Og hann er með, eins og ég sé þetta, með ákveðið val handa mér sem manneskju til að ég sé tryggur með það að það sem ég er að láta ofan í mig sé handa þessum líkama, sem sagt manninum að snæða. Og þess vegna setur hann upp lista í raun og veru sem við sjáum, þetta er nú víða í Biblíunni, en það er til dæmis 11. kafli 3. Mósebókar sem er nú svolítið nokkuð mikil lesning þetta. Það sem hann er að kenna okkur, það sem hann er að mæla með í fæðu. Kristur kom fram síðar og hann í raun lýsir alla fæðu hreina. Ég svona gæli við þá pælingu hvað það varðar að hann hafi ekki til að vera neitt að íþyngja mönnum með þessu, ok, við bara leyfum þetta. En við höfum áfram það sem hann, Drottinn, boðar sem okkur er ætlað. Og ég er þeirra skoðunar að þá hitt ákvæði síðan inni að þá rýri það ekkert það sem Drottinn valdi alveg sérstaklega og mælti með sem fæðu fyrir manni. Og við erum hér í 11. kafla Mósebókar og sá kafli allur er svona tengdur þessu. Og við skulum bara lesa, svo sjáum við til hvernig þetta leiðist. Drottinn talaði við Móse og Aron sagði: Ávarpi Ísraels menn og segið: Af öllum stórgripum jarðarinnar megið þið eta þessa. Af öllum stórgripum jarðarinnar megið þið eta þessa. Þess að hann bendir á einhverjum ákveðna tegundir sem að þarna eiga að gilda. Þið megið eta stórgripi sem hafa klofna hófa, sem hafa klaufir og jórtra. Við vorum búin að fara yfir þetta í hinum þáttunum og við vorum þá í annari grein. Þetta er líka í 11. kafla 3. Mósebókar. Og við leyfum þessu bara að ráða svona í hvað átt þetta fer. Þið megið eta stórgripi sem hafa klofna hófa, hafa klaufir og jórtra. Þarna er hann að tala beljuna og til að mynda beljuna og fleiri tegundir sem eru þó ætar. Þetta er það sem hann leggur til
fyrir mannslíkamann. Og ég segi það, held því fram, að ef við gerum þetta, þá séum við heilsuhraustari manneskjur en ella. Ég held að krankleiki margur sé vegna þess að við erum að komsa í okkur einhverju sem er ekki hollt. Og við erum með hollustan út allt. Og þetta er hollt og hitt er hollt, segja menn. Af hverju ekki að fara bara í grunni og sjá hvað drottinn er að segja við mig að það sé hollt. Ætli það sé ekki bara sannleikurinn sjálfur hvað það var það. Við vorum að tala um það áðan að svona fræðsla í raun og veru, þú voru að trúa því til að mynda að Guð sé til. Og ef að þú trúir því hann sé til, er líklegt að þú trúir því líka að hann hafi gert þig. Sett allt á sinn stað í líkamann sem á að vera. Þekkir þið frá A til Ö. Og er það ekki nokkuð ljóst að hann sem gerir þetta allt veit hvað þarf til þess að þessi líkami eða blómstri og eflist og svo neytir hann þeirra fæðu sem drottinn leggur til og það er svo sem ekkert skorið við nögl, þú hefur fjölbreytt val þar, en svo fullt af öðru í kringum okkur sem hann segir óhreindýr. Af hverju? Óhreindýr að því leyti til, eins og ég skil það, að er ekki gott fyrir manninn að neita. Svo spyr maður, hver veit þetta betur en aðeili sem gerði þig, skóp þig, bjóði til frá A til Ö, frá grunni. En þetta eins og ég var líka að tala um, þetta snýst að öllu leyti trú. Þú voru að trúa því að þetta sem var hér sagt í upphafi, sköpunina, að þetta sé rétt frá greind. Ef ekki, þá kannski vefst tunga tönn þegar þú heyrir þetta. En það breytir ekki því að Guð hefur áætlun og við vitum líka að drottinn er með áætlun til heilla, ekki til vanblessunar. Já, en þessi dýr sem aðeins jórtra eða aðeins hafa klofna klaufa, en þessi dýr sem aðeins jórtra eða aðeins hafa klofna hófa megið þið ekki eta. Og þetta er alveg skýrt og við erum ennþá manneskjur, við höfum ekkert breyst. Ég held að það sé mjög hollt fyrir okkur að ítreka þetta við sjálf okkur að þetta er besta uppskriftin sem ég hef að fæðu fyrir mig. Já, við erum að tala þarna hollan mat ef við fylgjum þessum reglum. Og núna erum við að tala leiðbeiningar frá höfundinum sjálfur. Og hver þekkir smíðina betur en sá sem að bjó hana til frá grunni? Það fylgja bifreið, leiðbeiningar alls konar, frá jafnvel höfundinum, verksmiðjunni, og ég held að þú geti farið þetta best og helst eftir þeim leiðbeiningum sem það koma. Ætli gildi ekki sama þann sem skóp mig og þig, að hann geti gefið þær leiðbeiningar sem er þessari sköpun fyrir bestu, hvað þetta varðar. En það er alls konar í gangi í raun og veru vegna þess að við erum alltaf að fjarlægja Guð meira og meira. Þannig að við erum ekkert að ota þessu neitt að fólki
en við ættum að gera miklu, miklu meira af því. Við erum í heiminum eins og hann ok, við kennum það. En er ekki þar með sagt að við höfum ekki leyfi til að benda á góðan valkost, þó ekki sé nema bara til að hugsa ígrunda, velta fyrir sér. Ég held að það sé bara mjög gott. Og ekkert betra þekki ég heldur en orð Guðs sem einmitt tekur á þessu máli. Mjög svo eitthvað efni sem er ekki mikið rætt, eins og vorum líka að tala vegna þess að guðleysið svo gríðarlega mikið. Og það mjög mikið þessa dagana. Og við erum með alls konar aðferðir til þess að lækna sjúkdóma, svo sem orðið mikla framfæri það. En við erum ekki að taka kannski á grunninum, eða þá við erum að benda á einhvern grunn sem við erum búin að búa til, sem í raun og veru engin grunnur. Grunnurinn í orði Guðs, einkum Gamla testamentinu, því að þar uppskriftin. Bara nákvæm. Hvað þú mátt þetta og hvað þú mátt ekki þetta. En við þurfum að eiga til trú til að möguleiki sé á að við yfir höfuð veltu þessu eitthvað fyrir okkur. Ég á trú, þú á trú, þannig að við ættum að geta velt þessu fyrir okkur. Þú segir við mig og ég við þig, við erum skapaðar manneskjur. Og við erum að þiggja ráðleggingar skapar okkar hvað við ættum að borða. Já, Kristur kom og hann lýsti alla fæðu hreina sem ég veit að kannski fæ ég einhvern tímann opinberan á það, en ég held að það breyti ekki þessu. Það betra fyrir að leggja þessa tegund þér til munns heldur en einhverja aðra. Þannig að þetta allt saman eftir kynslóðunum til lærdóms, ekki til ánauðar, heldur lærdóms. Og við vitum, og það þarf ekki að fara mörgum orðum það, að alls konar krankleiki kemur að því að við erum ekki að borða réttan mat. Það bara þannig. Ég held að vísindin hafi oftar en ekki staðfest það og margir læknar einnig sem að fást við þetta veika fólk. Og Guð blessi þá. En við erum með þetta allt saman fyrir framan okkur og höfum alltaf haft, þetta ekki neitt nýtt sem ég að færa þér, þetta við fyllt kynslóðunum í árþúsundir. En kannski fáir vera að velta þessu fyrir sér og fáir í dag velta þessu fyrir sér og við heyrum ekki miklar öflugar kennslur þessi atriði að því einhvern veginn eru menn ekkert að leggja áherslu á þetta. En ég held að við ættum að gera það. Og kannski ýting á það einmitt að við förum þessa leið. Því að ef eitthvað á að vakna upp aftur, þá verður einhver að vekja til að það vakni. Eins og að lesa hérna, en þessi dýr sem aðeins jórtra eða aðeins hafa klofna hóa, megið ekki eta. Þetta alveg skýr, bara kýr skýrt. Þetta ekkert flókið og mér segja Hafnfirðingur sem ég nú að geta skilið þetta og skilur þetta. Þannig ég get alveg valið, en vel ég. Ætli ég sé ekki bara eins og þú, vel stundum og reynir bara að fá mér eitthvað gott að borða og svo pæla neitt í því hvað á bakvið. Og svo fyrir utan það ómögulegt orðið að vita hvað þetta bara kemur þaðan og við kaupum þetta í versluninni.
punktur eftir. Þannig við lifum á svolítið svona flóknum tímum núna hvað þetta varðar. En þú gætir alveg samt kanna málið. Í raun dregur það ekkert ábyrgðina af þér að kann ekki málið. Ef þú vilt það sjálfur. Mögulega hugsanlega gerir þetta einhver sem á til trú. En innan trúara mjög lítið rætt nákvæmlega þetta. Það er rætt margt. Ég held ég hafi aldrei heyrt neina umræðu eða kennslu þetta atriði. Er þetta þá léttvægt atriði? Ég spyr á móti, er það léttvægt atriði að borða hollasta matinn? Og hver ráðleggur manni hollara heldur drottinn sjálfur, eins og við vorum að tala áðan, hann skóp mig. Þú sér að við erum að tala þetta til trúara manna sem taka við þessum boðskap og þeir vita að þeir eru skapaðar manneskjur. Það er mögulegt að þeir grípi þetta og ég held að þeir grípi þetta og þið geta áhugavert. Mér finnst þetta sjálfum alveg rosalega áhugavert og flott þó að ég hafi aldrei fyrir núna verið neitt að velta þessu fyrir mér og ég held ég sé bara einn af stórum hóp af kristnum mönnum sem hafa ekkert verið að velta þessu fyrir sig. Ég fara kannski að gera það núna eftir að kallinn úr Hafnarfirði byrjar að tala þetta. Já, drottinn vekur okkur, alveg furðulegustu menn sem hann vekur upp og etur fram til þess að byrja. En þessi dýr sem aðeins jóttra eða aðeins hafa klofn og hófa megið þið ekki eta. Alveg skýrt. Þið megið ekki eta úlfalda. Þið skulu telja hann óhreinan. Óhreinan til matar. Þeir notuðu hann sem burðardýr og allt saman það. En til matar var hann óhreinn. Því að hann jórtrar ekki og hefur ekki klofna hófa. Þannig að þetta var að fara saman. Annað ekki, ok, óhreinn. Þess að eftir því sem ég sé þetta núna, þá er þetta ekki fæða handa mér þetta kjöt sem þessi skepna með á sig. Þið skulu telja kett, þið megið ekki eta úlfalda, þið skulu telja hann óhreinan, því hann jórtrar en hefur ekki klofna hófa. Þið skulu telja klettagreifingja óhreinan, því hann jórtrar en hefur ekki klofna hófa. Hvað er þetta? Var tínur svarta klettagreifingi, það er raun og klettagreifingi, þú veist nákvæmlega hvernig klettagreifingi lítur út. Ég þarf að grafa mynd, ég held ég að sé að heyra þetta orð fyrst núna. Þannig að það er til alveg óheyrilega mikið til af þarna braut í gleraugun. En þú mátt ekki hlæja því, það er grafa alvarlegt mál. En svona til að hugga þá í önnur einn. Eineið gleraugu. Það gerist alls konar hjá okkur. Þið skulu telja svín óhrein. Þið skulu telja svín óhrein. Þegar það hefur klofna hófa, það hefur klaufir, en jórtrar ekki. Af hverju miðar við þetta jórtrar ekki? Það er líklega, mögulega hugsanlega vegna þess að með því að jórtra þetta þá kemur einhver önnur næring upp sem nærir skepnuna. Við veitum hvernig jórturdýr eta. Það fylla sig, við höfum séð kýr eta út í haga og það er alveg svoleiðis háma í sig grassið ég veit ekki hvað eru að lengi að fylla stóra vömbina sína. Svo leggjast það fyrir og jórtra.
gefa sér góðan tíma í það. Við það sennilega hugsanlega verður einhver umbreyting á þessu efni sem að síðan skepnan, nærir sjálfan sig á og að búa til þennan flotta mat fyrir mig og þig, hollan og góðan mat fyrir manneskjuna og mig. Það voru ekki að horfa á þetta svona. Þetta er það sem Guð að segja. Geti líkt svona gleraugu. Þú mátt ekki hlæja að þessu. Þetta er eitthvað rafalvarlegt mál. Eða eitthvað að detta bara af hérna. Ég held að. Nei, það er ég verð að laga þetta á eftir. Ég hef ekki tími í það núna. En ég verð að nota eineigðu gleraugu mín, það er byttið það. Þið skuluð telja svín óhreint. Séð það hefur klófn óva. Það hefur klaufir, en hjortarar ekki. Þið megi hvorki neyta kjöt þessara dýra, né snerta hæð þeirra. Þau skulu vera yður óhrein. Þarna með því að koma með þessa klásulu, þá er hann eiginlega að bara, þið látið þetta bara vera. Hræið, bara látið það vera. Að þeim að draga alla athygli manna frá þessum möguleika. Kannski voru þeir að svindla á sig, ég veit ekkert það og fengu sér sína kjöt. Gyðingarnir hafa náttúrulega alltaf verið þverbrotnir, bara eins og ég og þú. Og ekkert alltaf verið að hlýða Guði, bara eins og ég og þú. Og mér dettur það í hug svona núna, þess vegna hafa bara gefið út þessa klásulu, lýsa alla fæður hreina. Ég veit það ekki. Jú, kannski. Allavega hann gerir það og það gjörbreytti þetta allir stöðinni. En við vorum líka að tala um það áðan að þessar reglur, það sem hann segir hreindýr og óhrein, að það gildir fyrir minn líkama. Ég held að Drottinn sé fyrst og fremst að hugsa það að ég sé að setja ofan í mig eitthvað sem hann er búinn að blessa og gera. Ég lít svo á þetta, svona á þetta. Og ég held mér við það þangað til eitthvað annað kemur í ljós. Já, þið sjáu að þetta er alveg stór, merkilegt efni og þú viðurkennir með mér að það hafa ekki margir verið að fara ofan í sauman á þessu máli og svona núna segir maður bara akkur ekki. Þannig að maður er svolítið skilningslaus núna. Því maður er náttúrulega vaknaður sjálfur hvað þetta var það og sér náttúrulega að það hefur verið sáralítil fræðsla nákvæmlega þetta. Samt er mataræði svo mikilvægt fyrir okkur og það vitum við. Já, við höfum verið að tala um veikindi, alls konar. Spítala fulla fólki, fárveiku fólki. Og sem deyja fyrir aldur fram kannski vegna þess að alla sína ævi hafa þeir aldrei verið að pæla í því hvað þeir hafa verið að láta ofan í sig. Ég held við séum öll sek þar. Og ekki hef ég nú alltaf verið að pæla í því hvað ég set ofan í mig en ég er farin að gera það núna. Þannig að batnandi manni er best að lifa og það veitum við vel. Þannig að þessi bók er búin að vera fyrir framan okkur allt okkar líf. Með öllu þessu sem við erum að lesa hér. Þannig að kannski fæst á okkur höfum velt þessu fyrir okkur með þessum hætti sem við erum að gera hér. Er þetta ekki merkilegt? Jú, þetta er mjög merkilegt. Þetta er bara beinblinda hjá mér og okkur hinum að hafa ekki veitt þessu neina athygli fyrir. Kannski verður það núna, einhver allavega, hann leggst yfir þetta og fer nú kannski að skoða það sem hann er að kaupa í búðin, en annars er eins og vorum líka að tala að það er eiginlega ómögulegt að vita hvað maður er að kaupa af þessari tegund.
ætlum meiri ekki að fá innflutt frá gyðingunum til þess að svona vera nokkur viss þetta, því að þeir eru ennþá mjög eða fastir fyrir hvað þetta varðar. Þú kemur ekkert með innflutning til Ísrael sem bara einhvern veginn. Þeir setja kröfurnar og þú verður að staðfesta að þetta hafi verið gert til þess að þú fáir innflutning þar. Þannig að þeir eru kannski ennþá í bara þessu. Þú er aðtúa það að Kristur kom með lýsa alla fæðu hreina, en þeir trúa ekkert á Krist. Þeir tók aldrei við honum. Þannig að það er ólíklegt að þeir séu eitthvað að velta þessu fyrir sér. En við vitum að sumir vita það, ef þú ætlar að flytja matvæli inn til Ísrael, þá er það mjög strangar reglur. Man ekki hvað þeir kalla hann eitthvað ákveðið. Og ef þú ert ekki með þetta alveg á hreinu, þá kemur þú ekki með neitt þangað. En sumir það er fullt inn þangað, en bara með þessu skilurðu. Og kannski er það þetta sem þeir eru með, sem við erum að lesa hér. Eru þeir þá heilbrigðar eða öðrum þjóðum? Það veit ég ekkert um. Ég þekki ekki til þess, en okkur ekki. Ef þeir eru að fylgja þessum ráðum, allar þessum ráðum Guðs, þá ætlar maður það nú bara. Já. Þið skuluð telja svín óhreint, því að það hefur klofna úa, það hefur klaufir, en jórtrar ekki. Þið megið hvorki neyta kjöt þessara dýra né snerta hræð þeirra, þau skulu vera yður óhrein, eins og vorum að tala um áðan, láta þetta vera. Gleymið þessu. Já. Þessi lagardýr megið þið þetta lagardýr, það er bara fiskar. Þetta, öll dýr sem hafa ugga og hreistur og lifa í vatni, hvort heldur sjó eða fljótum. En öll smádýr sem vötnin eru kvika af og allar þær skepnur sem lifa í vatni en hvorki hafa ugga né hreistur skulu vera einhver viðurstyggð. Sjáið að hann tekur svona til orða bara til þess að undirstrika sitt mál. Þannig að hann er alveg ákveðinn í því að þetta sé það besta sem að maðurinn gerir eða sleppir fyrir hann. Þannig að við erum að fá gríðarlega góða kennslu og það er sorglegt að vita til þess að við erum samt ekkert eða lítið sem ekkert að fara eftir þessu. Já, Kristur, eins og við vorum að tala, hann lýsti alla fæðu hreina og það er gott mál. Ég held að það hefur verið gert meira en margt annað til þess að verið ekki að flækja þetta neitt of mikið. Ok, bara étið hvað sem þið viljið. En þessi ráðlegging og leiðbeining, hún stendur eftir. Fyrir það fólk sem að vill bara eta það sem að Drottinn er búinn að mæla með að maður eti. Það er ekkert verið að benda á neitt annað. Og kemur ekki kristnum við neitt meira heldur en gyðingunum, því að við erum bara fólk, skapaðir einstaklingar, fólk, manneskjur. Það er það sem maður er að horfa á. Það er það sem manni finnst vera áhugavert við þetta mál. En hérna það fyrir nú að styttast í þessu og ég með brotnuglerugu mín, það er í klaufinn með það. Ég held að þau eru brotin, ég held ég get ekki lagað þetta. En það er alltaf lagi, já, ég held ég 3 önnur svona, þannig að ég get að dana að bjarga mig. Já, að lagardýr sem hvorki hafa ugga né hreistur skulu vera einhver viðurstyggð. Hann kann orða þetta. Þessar fuglar skulu vera einhver viðurstyggð og þeirra skal ekki neyta örn, skegggammur, haförn, gleða, fálkar og haukar. Hrafnaginn allt, strútur, svala, máur, allar smyrlategundir, einhverjir smáfuglar.
En hérna, við ætlum nú að hafa ákveðin tíma á þessu og ég sé að tíminn er liðinn, þannig að við bara stoppum og við skulum biðja áfram fyrir þessu efni því að það er svo sem á nóg að taka og þannig að við gerum sennilega kannski bara nokkra þætti um þetta. Í Jesú nafni, verið sæl.